Jæja, í þessu myndbandi ætlum við að fara yfir það hvernig við getum gert einfaldar krosstöflur í Excel og fengið Excel til að reikna út alls konar stærðir á þess að við þurfum að fara í einhverjar flóknar formúlur til að finna þær. Hér ég með gagnaskrá sem uppsett þannig að við erum með margar breytur, þannig að hver breyta sett upp í sér dálk. Og síðan erum við með margar mælingar hérna, þannig að fyrir hvern einstakling sem mældi þessi skrá til dæmis fjallar fótboltamenn, að hér erum við með nöfn fótboltamanna og alls konar breytur sem tengjast þeim. Og við viljum kannski reyna að reikna einhverja hluti sem bera saman 2 breytur eða flokka hluti eftir 2 breytum. Þannig það sem við myndum gera til þess að búa til krosstöflu úr þessari gagnatöflu sem gríðarlega stór. Þið sjáum að hún fer hérna alveg yfir í dálk AU. Þið sjáum það er margir dálkar og eins líka hún með mjög margar línur. Þannig að ég fer alla leið niður og fer ég alveg niður í 17.000. Þannig að hún stór, þessi gagnaskrá. Og þar af leiðandi myndi ég vilja hafa einhverja einfalda leið til þess að geta náð yfirsýn yfir gögnin. Þá langt best að byrja því bara að velja alla töfluna. Þá held ég henni shift og control eða slaufu ef við erum með Makka og nota örvarleiklana eins til hliðar og eins niður til þess að velja alla töfluna. Þá öll heila taflan valin. Og síðan fer ég og vel hérna insert og vel pivot table. Þá fæ ég þessa hérna valmynd sem ég þarf í raun og veru ekkert að eiga við. Hún stingur upp á að búa til nýtt blað undir þessa nýju töflokkar og ég gerir bara OK við það. Þá verður til bara nýtt blað með þessari töflu hér og þá kemur líka upp þessi valmynd hérna til hægri. Það sem að fyrst kemur hérna listi yfir allar breytur sem voru í stóru gagnaskránni. Síðan koma hérna 4 svæði fyrir neðan sem filters eða síur, columns sem dálkar, rows sem línur og values sem gildi. Og ef ég byrja til dæmis, ég vil fá talningu. Segjum bara ég vil fá talningu yfir þjóðirnar. Þá get ég sett hérna þjóð. Excel stingur upp og sett það í rows og það birtast jáfnframt alla þjóðirnar hérna til vinstri. En þannig þá stendur ekki hvað margir að hverju þjóð. Þannig að þá myndi ég vilja haka til dæmis hérna í ID. ID auðkenni. Þannig að hver einasti leikmaður hefur sitt auðkenni, það ætti ekki að vera neina tvítekningar þar. Þannig að þá getum við bara talið hvað mörg gildi. Ef ég set haki það, þá kemur hérna undir values. En af því að ID skráð sem tala, þá stingur Excel upp á því að hafa sum of ID. Það ekki alveg nógu gagnlegt, af því að þetta náttúrulega stóra tölur. Frekar getum við farið hérna í þennan lista. Ef þið eru með Makka þá stendur örugglega í, en þið getur alveg smellt á hérna sum of ID og fengið upp value field settings eða stillingar gildis eitthvað svoleiðis á íslensku. Og hér fáið þið svona valmynd þar sem að við viljum fá ekki sum heldur count eða talningu. Hér þið sjáu hérna við getum valið alls konar mismunandi hluti. Þannig að ef við viljum fá meðaltal, þá myndum við taka bara average. En count ágætt að við ætlum bara að fá talningu. Gerum OK. Og sjáu hvað gerist hérna. Við fáum þá talningu. Þannig sjáu það gríðarlega margir hérna frá Argentínu. 772. 811 í Brasilíu. Og hérna, við getum með þess að skrolla hérna niður og séð að við erum með heila 53 leikmenn hérna frá Íslandi í þessari skrá. Nú, það eitt annað sem við getum gert. Segjum sem svo að ég vilji fá að vita ekki bara hvað margir í hverju landi, heldur
hversu margir eru með vinstri ráðandi fót og hvað eru margir sem eru á hægri ráðandi fót. Hvað eru margir réttfættir og örffættir. Þannig þá förum við hérna í ráðandi fótur, hérna í breytulistanum okkar hérna og veljum hérna ráðandi fótur. Setjum hakið það. Excel, að minnsta kosti hjá mér, stingur upp á að setja hérna alltaf línur undir hvert land. Ég myndi frekar vilja einfalda töfluna svolítið og hafa ráðandi fótinn frekar í dálkur. Þá dreg ég bara þangað hérna í reitunum til hægri og þá sjáum við hvað gerist. Þá fæ ég dálk fyrir hægri fót, dálk fyrir vinstri fót og svo eitthvað sem heitir grand total eða heild. Og þá sé ég til dæmis að hérna frá, bara ef við skoðum Argentínu til dæmis, eins og áðan, 590 manns eru að spila með ráðandi hægri fæti frá Argentínu en 182 með vinstri. Það sem líka gagnlegt hérna, ég get sett alls konar síur á þetta, til dæmis ef ég fer inn í Row Labels og fer hérna á píluna við endan, þá getur fengið eins og valmið hér. Og hér get ég til dæmis ákveðið að hafa bara sum gildir en ekki önnur. Segjum til dæmis að ég vilji bara sjá Norðurlöndin. Þá get ég tekið hakið úr hérna Select All og þá bara engin valinn. Og svo get ég farið niður eftir listanum og fundið hérna, ég vil hafa Danmörku, ég vil hafa Finnland, ég vil hafa Ísland, ég vil hafa Noreg, sem hér, ég vil hafa Svíþjóð. Svona, gerir OK. Þá minnkar taflan. Núna sýnir hún bara þá sem eru frá Norðurlöndunum. Og allir hinir eru til staðar, allir hinn gögnin eru í gagnatöflunni, en nú þessi pívotafla bara að sýna mér það sem ég vil. Eitt í viðbót sem ég vil sýna ykkur í þessu stuttamyndbandi pívottöflur, að þetta gríðarlega öflugt tæki, maður getur gert svo margt með þessu. Eitt í viðbót sem ég langar til að sýna ykkur að við getum líka látið reikna aðra hluti, heldur bara talningar. Til dæmis, ef ég tek count of ID í burtu, ég get dregið það bara, fer bara að drega það út úr valmyndinni, þá það horfið. Ég vil líka taka þjóðina í burtu, en nú ég að hugsa að setja lið. Og ég ætla bara að velja 2 lið. Segjum bara að ég vilji fá hér bara taka hakið úr þeim öllum, en ég vil hafa, segjum bara Barcelona, FC Barcelona, og svo vil ég líka hafa segjum bara ég vil hafa Barcelona og svo vil ég hafa Manchester United, svo hafa Juventus hérna bara og Manchester United. Tekur smá tíma að finna þetta, Manchester United, bara þessi 3 lið. Það bara högg í þessum 3 og öll hinn ekki valin. Gerir OK. Það bara þessi 3. Og segjum svo að ég vilji fá að sjá hvernig launasetningin hjá þeim er. Þá get ég farið hérna í vikulaun, smelta það, haka því, þá sé ég OK,
þessar hérna tölur, ef ég ætla að fara að lesa í þær, þá þetta heildarlaunin á hverju viku í evrum hjá þessum liðum. Þannig að Barcelona að borga þessum leikmönnum sem í skránni, þeir að borga þeim 4.772.850 evrur í hverju viku. En mér langar kannski að sjá hvort það sé eitthvað munur á þeim sem að spila með ráðandi hægri fót og vinstri fót. Og þá get ég ekki hort bara á heildina, heldur þyrfti ég helst að horfa frekar á meðaltalið. Þannig að frekar heldur en að hafa þetta sum of vikulaun hérna niður í hægra horninu, setja fyrir value field settings og vel average í staðinn og gera OK. Og ég að hugsa maður svolítið mikið aukastöðum hérna, ég svona að fækka þeim aðeins, bara með venjulegum hætti, tek bara alveg af. Og hér sjáum við eitt sem til dæmis svolítið áhugavert, að hjá Juventus eru laun leikmanna nokkuð jöfn og jafnvel þeir sem spila með hægra fæti fá örlítið hærri laun að jafna því heldur en þeir sem spila með vinstra fæti. Þetta hins vegar þveröfugt hjá Barcelona og Manchester United, þar sem að örfættir leikmenn fá mun hærri vikulaun heldur en þeir sem eru réttfættir. Þannig að þetta getum við gert ef við ætlum að búa til svona krosstöflur fyrir úr svona stórri gagnaskrá. Ef ég síðan búin að finna eitthvað gögn sem ég vil síðan eiga, eins og núna þessi gögn, ef ég breyti eitthvað hvaða dálkar eru inni, að þá hverfur allt sem ég var búin að gera. Þannig að ég myndi taka það alltaf, ef ég vil eiga þetta, þá myndi ég alltaf gera bara copy, velja þetta, setja þetta á eitthvað góðan stað og velja paste special values. Fáið þetta með það hægri smella, fáið svona 1-3 values, það þýðir það að þetta ekki lengur pivot-tafla og þessar tölur eru bara svona harðkóðaðar inn, en það hef ég það samt alltaf aðgengilegar ef ég þarf að nota þær til dæmis til að búa til myndir eða eitthvað svoleiðis. Þetta þá held ég allt og sumt sem ég hef að segja pivot-töflur. Ég mæli rosalega með því að þið notið þær alveg grimmt. Það gott að nota þær fyrir alls konar svona gagnagreiningar.